Já, verið velkomnir áhorfendur góðir og verið velkomin í Káa TV. Hér að fara að hefjast stórleikur í Ólfsdeild karla í handboltanum. Káa IBVF landsbyggðarslagur og það ótrúlega gaman. Þessi lið hafa mæst í svakalegum leikjum undanfarin ár og ég ætla að fullyrða það að þetta verður geggjaður leikur. Sittist í að liðin gangi hérna inn í hús og þetta fara af stað hérna í Káamilinu. Bæði lið í hörku baráttu eins og öðrast í öll deildin í baráttunum úrslitakeppnina og hvar menn raðast þar inn. Káa í 8. sæti fyrir þessa umferð en við skulum byrja á að kíkja á lið gestana. Sjáum hérna lið IBVF. Í markinu þar Björn Viðar Björnsson innfarinn sjálfur ásamt Petar Jókanovic. Útileikmenn Dagur Arnarsson, Fannar Fróð Friðgeirsson, Svanur Páll Vilhjálmsson, Sæþór Páll Snædal Jónsson, Gabriel Martínez Robertsson, Arnór Viðarsson, Theodór Sigurbjörnsson, Róbert Sigurðarsson, Sveinn Hóse Rivera, Hákon Daði Styrmisson, Nökkvi Snær Óðinsson, Sindrigur Daði Rúnarsson, Ívar Logi Styrmisson og Kári Kristján Kristjánsson. Erlengur Birgir Richardsson svo sjálfsögðu þjálfari í IBVF og honum til aðstoðar Kristín Guðmundsson, Halldór Sævar Grímsson og Björgvin Eyjólfsson. Já, IBVF alltaf með hörkulið og sérstaklega gaman að sjá Róbert Sigurðarsson mættan aftur norður, uppalinn Káastrákur sem hefur verið að gera frábær hluti í Vestmannum og alltaf gaman að fá hann heim í Káamilið. Förum svo að kíkja á Káalið, hvernig við stilt í dag. Það enginn Ólafur Gústafsson í dag, hann meiddist í síðasta leik gegn IBVF sem Káa náði í karakterstig eftir að vera undir nær allan leikinn. En hérna sjáum við Káalið, í markinu Nicolas Satswell að vanda og honum til aðstofar svo Bruno Bernat, ungur markmaður sem hefur verið að koma sterkur inn. Og já, verið að nýta sensinn flott í fjarveru Svavars sem meiddur. Gengur svo til liðs við til FH á næsta tímabili. En útileikmenn svo Andri Snær Stefánsson, svo kemur Jóhann Geir Sævarsson, Patrekur Stefánsson, Arnór Ísak Hallsson, Árni Bragi Eyjólfsson, Átse Egilsnes, Sigþór Gunnar Jónsson, Daði Jónsson, Jón Heiðar Sigurðsson, Allan Norberg, Einar Birgir Stefánsson, svo hann Jón Heiðar Sigurðsson yngri svona við kallaður, hann mættur aftur í hópinn, og svo Ragnar Snær Njálsson og að lokum Jóhann Einarsson. Þjálfari Káa svo sjálfsögðu Jónatan Magnússon og Sverri Andreas Ekkarsson og þeim til aðstoðar svo náttúrulega Egill Ármann Kristinsson og Árni Björn Þórarinsson. Alltaf verða klárt hérna í Káamilinu, vera að kynna liðin og þetta eins og segi verður væntanlega hörkuleikur. Þessi lið hafa verið í svakalegum spennuleikjum að undanförnu og bara vöna bjóðu bara skemmtilega handbolta. Kíkjum örstutt á stöðuna í deildinni. Hvernig hún hérna fyrir þennan leik í 20. umferð. Káa á vísu leik til góða. Við sjáum hérna deildastöðuna, Káa í 8. sætinu en getur með sigri stokkið ofar og við ætlum okkur ofar. Haukarnir urðu svona deildameistari í gær og ég held að þetta fullir að það vilji ekkert lið mæta Haukunum í 8. úrslitunum. Þeir líta rosalega vel út. IBVF eins og segi í 5. og eru í hörku baráttu. Nei, þeir eru í 4. og eru í hörku baráttu að reyna að klifra enn ofar. Þannig að það var vantanlega hart barast hér í dag og við bara bíðum spennt eftir þessari veislu að hún hefjist. Ágúst Stefánsson heiti ég, verið með ykkur í dag og útsendingastjóri Stefán Jóhannsson. Og eins og ég segi, þetta verður væntanlega geggjað. Það flott mæting í Káamilið eins og venjulega flestir áhorfendur undir myndavélinni. Það þó nokkrir stuðningsmenn IBVF mætti norður og það virkilega vel gert. Hrós á Eyjamenn eins og svo ofta áður, ótrúlega skemmtilegt félag og mikil stemning í kringum IBVF og þeir eru mættir hérna Eyjamenn. Dómarar í dag svo Sigurður Hjörtur Þrastarsson og Svavar Ólafur Pétursson og Reynir Stefánsson eftirlitsdómari, fyrrum þjálfari Káa. Þjálfaði Káa veturinn 2005-2006 og var þar áður aðstoðarmaður Jóhannes Gunnar Bjarnasonar. Þetta
alltaf að fara af stað. Já, allt orðið klárt í KM-inu. Við minnum svo á að það ekki verri leikur endanum í kvöld. Fyrsti leikur hjá KA og HK í undanúrslitum Íslandsmótsins í blaki kalla klukkan 7. Sjálfsögðu á KA TV en auðvitað viljum við fá alla í húsið. En það er veisla, KA veisla framundan í dag eins og svo ofta áður KA-heimilið. Alltaf með nóg af íþróttaveislu. Og við sýnum frá því að KA TV að sjálfsögðu. En þetta að fara af stað, mér sýnst það vera gestinni sem byrja með boltan. Þessi KA-lið gerir virkilega vel í Mosfellsbænum fyrir 3 dögum síðan. Tryggðu sér dýrmætt stig eftir að vera undir allan leikinn og voru hárspreitt frá því að stela öllum stigunum. Fengu séns á að stela þessu en það gekk ekki. En auðvitað tökum við stiginu. Og þessi Vestmannaeyingar öflugir að venju með 23 stig, KA með 20. En KA-liðið áhafna leikti góða, getur því heldur betur leyft enn meiri spennu í þessa deild með sigri hér í dag. Þetta farið af stað, það eru Eyjamenn sem að byrja þetta. Sjáum að Hákon Daði í horninu. Svo Sigtryggur Daði í vinstri skyttunni. Á miðjunni svo Dagur Arnarsson. Hægri skyttu Arnar Viðarsson. Theodor í hægra horninu og Kári Kristinn á línunni. Að sjálfsögðu, KA-liðið byrjar í 6-0 vörn, kemur fínfastlegan Dagur með frábæra fintur. Reynir að finna Kára, gengur ekki, halda boltanum, svo dæmdur ruðningur hérna. Klókur Árni Bragi hérna. Og Sigtryggur Daði fær dæmdan á sig ruðning og Otse líkur eftir. Og við býðum að sjá, þetta er ekki alvarlegt. Þetta er náttúrulega típiskur handbolti, það er alltaf einhver hasar. Og það tók ekki nú að tæpar 40 sekúndur að koma fyrsta stoppinu. En fyrsta sókn KA í leiknum að ganga í garð. Jóhann Geir Sævarsson í vinstra horninu. Patrekur Stefánsson í vinstri skyttu. Jón Heiðar Sigurðsson eldri á miðjunni. Árni Bragi í vinstri skyttu, hægri skyttu fyrir ekki, það átt sér fara út. Allan Norberg þá í hægra horninu. Og Einar Birgir Stefánsson eða Einar Danski á línunni. Og sleppum við skrekkinn hérna. Stillum við svo, Patti kemur á þetta, fín hreyfing hjá honum, lósa sig og frábær markast hjá Petar í markinu. Og Eyjamenn koma hérna í setjabyggjuna. Og bökkum vel hérna á reyna 8 horni, Theodor þröngu færi og Niklas Satsvel sér við honum. Já. Þetta er náttúrulega gjörsamlega stórkostlegur hornamaður og hann var alveg líka til að skora úr þessu. Þá kemur Árni Bragi Eyjólfsson, heldur áfram að vera funheitur í gula bláa búningnum. Gerir fyrsta mark leiksins. Og KA komið í 1-0. Já, Árni Bragi Eyjólfsson, því líkur toppstrákur. Búinn að vera gjörsamlega geggjaður í vetur, heldur því áfram hérna með fyrsta markinu. Og Eyjamenn reyna að svara hérna. Þetta verður líklegast 1-2 mörk sem unnar í þessu. Þetta kemur fyrsta markið hjá IBVF og það er Brottusson í leiðinni líklegast, já. Vel gert hjá honum Sigtryggi. Fekk hérna pús í loftinu. Var í litlu jafnvægi, náði hörku skoti á fjarstungina. Og Raggi fer út af. Í 2 mínútna Brottusson. Fyrsta Brottussonin, hún tók 2 mínútur. Kemur kannski mikið átt að sér Raggi. Harður af sér. En KA-liðið núna með aukamann í sókninni. Þannig að þurfum við að vera agaðir. Ekki missa boltan klaufalega frá okkur. Og það er reyndar svo sem fálið sem að standast IBVF snúningi að láta andstæðinginn gera mistök. Þeir eru oft ekki að ná mörgum löglegum stöðunum en þeir eru frekar að ýta mönnum í erfiða stöður og við klúður í boltanum. Kemur Árni Bragi aftur, það stoppar hann ekkert. Við þurfum að skipta á skiptingunni. Frábærlega gert hjá Jóni Heiðari. Liggur hann eftir í afsakið þetta, ég fatt ekki myndalina. Jón Heiðar kom sér fyrir skoti, fær hann beint í andlitið.
Býðist afsökunar að þetta hef ekki sést. Jón Heiðar örugglega vangar þetta færðna hörku skot beint í andlitið. Kom sér fyrir miðjuna og KA-liðið er það búin að fá boltan aftur. Og nú sé lægi með Jón Heiðar, þetta er náttúrulega ekki djók að fá boltan að fullu afli af litlu færi og þetta Árni Bragi. Puttu. Heyrðu, ég bara býðist afsökunar, ég var svo einhvern veginn svo mikið að reyna að átta mig á hvað hefur gerst í Jón Heiðar að IBA skoraði þetta mark og staðan 2-2 og svo skorar Allan Norberg. Núna þetta vonandi komið allt í lag hjá okkur. En já, staðan sem sé 3-2 fyrir KA og IBA manni fleiri. Frábærlega gert, frábær hreyfing hjá Degi og Dagur Arnarsson. Jafnari 3-3, ótrúlega lunginn leikmaður, góður að stýra spili Eyjamanna, svo getur hann líka bara stigið upp og skorar að vild þessi drengur. Og virkilega gaman að búin að fylgjast með hans uppgangi undanfarin ár og bara hrósa á Eyjamenn að hafa gefið honum sénsinn jafn ungum og var þegar hann fekk fyrsta séns og sá er búin að nýta hann flottan séns vel. Sýttar Gunnar á Árna Braga. Patti upp á Sigþór. Þurfa að fá aðeins betri færsla bolta. Árni Bragi með skot með varið og enginn í markinu og skotboltinn í stöngina út og við sleppum með skrekkin. Petar Jókanović óopinn hérna. KA áfram í séns á að halda fórustunni. Jón Heiðar mættur aftur inn á. Grjótharður Jón Heiðar Sigurðsson. Hann sem var ansi rauður í framan eftir að fengi boltan að beint í andlitið. Patti upp, Ingild á mótorum, hann smýr hann undir stöng, já. Patrik Stefánsson kemur KA í 4-3 og þeir þarf að taka miðin aftur. Það voru smá erfiðleikar á að taka miðina á IBF núna fyrstu 5 mínúturnar. Það er spurning hvort að höndin fara að koma upp þá seinna í leiknum eða þetta heldur áfram. En áfram gakk, 4-3 fyrir KA. Þetta fer allavega sóknarlega frábærlega á báðum liðum. Sigtryggur komin á miðjuna, losar Arnar með skotið en Satsvel sér við honum og Theodór. Vá, hvað hann klárar þetta vel, Teddy. Snýr hann fram hjá Satsvel og þetta er nú ekki gott færi sem að Teddy fær hérna nær frákastinu. Jafnari 4-4. Kemur Árni Bragi, hann skorar enn og aftur. Fín færsla bolta, Árni Bragi keyrir á þetta. Þrumar við nettið. Árni Bragi komið með 3 mörk á þessum 5. Og sóknarleikurinn er áfram í farabróti hérna í upphafi. Liðið sem er þetta bæði þekkt fyrir ágætis varnarleik og flotta markvarslu. Það mun líklegast kikka inn eftir. Sjáu þessa baráttu á línunni. Kári Kristján tekinn og guldspjald á Einar Danska. Það eru 3-4 á honum. Það bara þarf ekkert minna. En þarf ekkert meira, veit ég. Kári Kristján algjörlega geggjaði gæi og losa boltaðan, fín hreyfing, flott vörn, en halda boltaðan áfram í gangi. Arnar með skoti og Satsvel í markið. Gera virkilega vel í að halda boltan áfram gangandi, hann ná ekki stoppunum. Patti á Árna Braga, Árni Bragi skýtur enn og frákast hjá Einari Danska og þetta lítur að vera vítakast, ekki nokkuð spurning, hann er inn í teig þegar hann fer út og ég veit ekki hvaða stælar þetta er í Kára. Kári er þetta svo sem mjög skemmtilegu gæi en þetta var alltaf mjög einfalt vítakast. Og Árni Bragi Eyjálsson á punktinn, heldur hans frábæra byrjun áfram. Nei, varur frá hann er frákastinu og skorar! Já. Árni Bragi vil greinilega bara hafa mörkin úr opnum leik. Nær að halda því með hann á frákastinu. 6-5, 7 mínútur búnar, það er komin 11 mörk í þetta, þetta er geggjað.
Sigtryggur á Arnar. Arnar hótar hérna hreyfingunni, klippir svo. Jæja, Sigtryggur með skotið, það framhjá. Og Árni bara í á miðjunni, setur hann á Patta, Patti með flotta hreyfingu og yfirvendan niður og Arnar klaufi, hann búinn að missa Patta. Hann fer aftan í, hann getur lítið sagt við þessu þó hann reynir það. Þetta bara pjúra 2 mínútur. Frábær rykking hérna hjá Patta. Og eins og ég segi, Arnar bara klaufi, hann bara að láta hann fara hann. Hann búinn að missa hann. K.A. núna manni fleiri í fyrsta skipti hér í dag. Hákon Daði fer þá ansi utalega hérna. Patti, Petar mættur og frákastið hjá Kára Kristjáni. Þurfum að fá betra færi, manni fleiri. Og Jonni sammála því. Öskrar hann að vilja að fá góð færi hérna. Og IBF róar þetta. Hann kemur á miðjuna hjá Fannar Þór Friðgeirsson. Virkilega skemmtilegu kappi. Hann búinn að vera að hóta því að þetta sé loka tímabili sitt. Ég neita að trúa því, hann ennþá í toppstandi Fannar. Keirir á þetta leinu, gerir þetta virkilega vel, finnur Kára á línunni. Og Fannar ekki lengi að stimpla sér inn í þetta. Kári jafnar í 6-6. Og Eyjavélin fljóta skipta. Það var engin séns á að refsa því að vorum við aukumann sóttinni. Verða 9 mínútur búnar að þessu, Átsi yfir á Patta, Patti keirir þetta. Við erum bara smá vandræði með að finna glufur, manni fleiri. Jón Heiðar leysir, Átsi upp, skorar, frábær hreyfing, nýtti sér flotta blokk hjá Einari Birgi á línunni. Og Átsi Írsnes kominn á blað. Þetta vel gert, við höldum frumkvæðinu, en aldrei meira en 1 mark sem munar hérna á liðunum. Fannar aftur inn á miðjuna fyrir Eyjamenn í fjarveru Arnars. Þau út af brotthúsun í 5. sekúndur viðbót. Jæja, Daði kemur ansi framalega hérna í 3-2 á K.A. Fannar keirir á þetta fyrir minna mitt 1-2 og fær aukastið. Var við það að fá vítið þarna en það vantaði greinlega herslumun upp á. Fannar ekki alveg sáttur með þetta. Ég skila mjög vel. Þetta hefði alveg getið verið víti. En Sigurður Hjörtur Þrastásson, hann var í góðri stöðu og hann metur þetta sem aukast. En Eyjamenn komið fullskipalið og Petar kominn aftur í markið. En þetta þokkaleg innkoma hjá Fannari í sóknarleikinn hjá Eyjamennum. Keirir á þetta, vinnur mann strax í færslunni. En nákvæmlega sér það kemur Fannar aftur, keirir á þetta, fær dundur höggan andlitið og þeir halda áfram, opna hornið fyrir Theodór skorar og hvað sjáum við hér? Hvað sjáum við hér? Fannar liggur eftir, það var þokkalegt högg sem hann fær á andlitið. Mjög ljótt að sjá þetta, þeir eru að vega og meta hvort það sé rautt spjald eða 2 mínútur. Þetta rautt spjald, það að fá rautt spjald. Daði Jónsson að fá rautt spjald fyrir þetta brot á Fannar Þór Friðgeirsson. Daði. Og staðan 7-7 og K.A. kom með rautt spjald. Daði Jónsson, annar af fyrirliðum K.A. Alltaf ekki spurning, hann lendir í andlitinu á Fannari þarna. Þetta það var mjög skýrt, annarkvæmt 2 mínútur eða rautt spjald og dómararnir meta sér rautt spjald. Það eru þeir sem ráða för hérna. Jónatan nú eitthvað að ræða málum við Svavar. Þetta búið og gert. Daði sendur í sturtu. K.A. þarf því að leika án Daða sem eftir leiks. 50 mínútur eftir þessu, 7-7. K.A. manni færri, 2 mínútur. Já. Sýnist Fannar vera búinn að harka af sér þetta grjótharður gæi. Næja, þetta kveikt allavega heldur betur í stúkun okkar. Við erum alltaf sjálfsögðu með aukumann í sókninni. Kemur Patti, klippið, Adam bara ætlaði að gera það með því en það var bara lokað á hann. Og þessi bolti upp í loft og K.A. vinnur boltin tilbaka.
Arnar reyndi skotið en það hefur einfallega net upp í loftinu sem hann hitti. Hann ætlaði greinilega að passa það, kemist engin fyrir skotið. Ekki nema bara á húsið sjálft. Káa heldur því boltanum, náum að vinna þarna 10 sekúndur af brottvísuninni. En já, vel getið Hákon þetta að hann náði að loka á klippinguna fyrir Árna Braga og Patti var bara að skjóta, hann var komin upp í loftið. Þetta eina ástæðan að ekki að hoppa upp nema sem búin að ákveða hvað það að gera. Hann gefur Patti með geggjaða hreyfingu en sjáuði markvörslunni af Petar Jokanovic. Og IBF kemur hérna hratt á okkur en þeir hægja á, eru manni fleiri í 50 sekúndur viðbót. Geta hann á fórustunni. Opnað fyrir Theodor horninu og setur hann nær. Hann er svo ótrúlega góður. Og kemur IBF yfir í 8-7. Þessi virkilega flott hreyfing hjá Patta, kom sér í gegn á hann en Petar sá við honum og það er það sem skiptir öllu máli að markvarslan þetta í gang og spurning hjá hvoru liður það gerir fyrr. Og vinnur yfir handboltaleiki á markvarslinni og frábær hávörð þarna hjá þeim Róberti og Kára. Ná að blokka hann Patta en Káa-liðið heldur boltanum í hóðkastinu. Átse kemur leysing frá Árna Braga, Átse á Jón Heiðar með geggjað skot af gólfinu. Ég væri til að sjá hann gera þetta oftar, hann er með svo geggjuð skot en hann er svo mikil liðsbar, hann vil bara leggja fyrir aðra. Og jafnar í 8-8, Arnar yfir hérna. Sjá, Arnór sýttar hann tilbaka og þeir stilla upp og Róbert kemur þá út og hann Sigtryggur kemur þá í skiptuna. Arnar kom inn á skiptuna og já, Jóhann Geir nær að ýta sér bolta út en IBF heldur boltanum sjálfsögðu. Káa með fullskipalið, höldum áfram. Fín sending út í hornið og já, Niklas Satsvel sér við Theodor. Tetti, hann er mannlegur þó það sé ekki oft sem hann kliki, þá kemur það fyrir og Satsvel sá við honum, þetta er mikilvægt. Jón Heiðar í gegn, skorar, já og 2 mínútna brottvísun á Kára. Kristján Kristjánsson ýtti þetta eftir Jóni sem var komin í gegn og Káa núna manni fleiri, soldið brottvísunar hjá Báða Bóa. Káa aftur komið yfir, þetta er flott svar. Sjáðu hvað skiptir miklu máli að ná að verja boltan. Vonandi að Niklas Satsvel sem að skrifa á dögunum undir nýjan 2 ára samning við Káa að hann finnir sig hér í dag. Þannig að koma virkilega skemmtilega inn í Káa-liðið að Niklas Satsvel. Bereski færiðingurinn. Við sjáum hvað IBF gerir hérna manni færri. Sigtryggur kominn á miðjuna, kemur ekki á mótornum, klippir hérna Arnór. Og þeir eru í vandræðum, já, hann stilir boltan á Árna Bragi. Kemur hann á Ragga og Raggi er ekki maður sem vil senda þessari stöðu, hann missir boltan með fullri vinningu fyrir Ragga vinni minnum, þá er hann með orðið algjörðu varnarséni og hann kannski ekki alveg maður sem vilt átt að bera boltan upp í raðaleipinu. En hvað það, áfram með smjörið IBF en manni færri í rétt rúma mínútu viðbót. Sigtryggur, fín hreyfing hjá honum og sækir aukastið. Var við það að fá vítið þarna en greinilega ekki kominn í nægilega góða stöðu samkvæmt honum Sigurði Hjerti. Byrjar okkur verða hálfnaður. Þetta er búið að vera nákvæmlega eins og við bjöggumst við, stál í stál. Þráttinn á línuna, frábær vörd hjá Einari Birgi á línunni. Stoppar þarna Svein Hósei, höndi komin upp. Og setur með skotið í stöngina út og frákastið hjá Átse og sendir hann fram. Jóhann Geir í gegn, skorar, laumar um hann að stöngina og kemur Káa í 10-8. Vel gert hjá Átse þarna. Einhverjir hefði bara róað og byggt upp sókn en hann sér þarna að Jóhann Geir er í ágætis séns en Jói þurfti svo að gera hellingi viðbót eftir að fæ boltan.
sér. Og K.A. 2 mörkum yfir, 10-8, fyrst skipti í leiknum. IBF með fullskipalið, sjáum hvað þeir gera núna. Theodor upp, leysir svo í kjölfarið. Sittir ykkur, lendir hérna í hörku vörn og Patta. Patrik Stefánsson sá klár í slaginn að vanda. Flott hreyfing, flottu bolti en missendi sendingnir í hotn frá sittir ekki á Hákon Daða og K.A. er í séns á hann að 3 marka forystu. Mistökin aðeins hjá gesturinn núna. Jón Heiðar brotið á honum en nær boltanum og nú er þeir búin að fá nóg af Erlingi Richardsinni á bekknum. Það er búin að heyrast gríðarlega mikið í honum og Kristni á Eyjabettum hafði guldspjald á bekkin. Ég er bara sammála þessu, það er bara valla búið að flauta á þess að þeir séu búin að setja eitthvað á mótið í. Það er heldur betur hiti í húsinu. Já. Þetta er bara það sem við viljum. Hörku handbolti, úrslakettin að fara að hefjast. Það er allt undir því nákvæmlega svo að vera. Þvílík veisla. Sem handboltin er hérna. Kemur Patti. Losar hann, nei, skorar bara sjálfur, hann skorar að sjálfsögðu. Þarna byggla bjúkusmennina hefði losan á Átse, ég líka. Og þetta er Einar Birgir að ýta hérna á eftir Hákon Daða fellur og tveggjandi Brottisson guldspjald á K.A.-bekkin. Það er hiti hérna heldur betur, báði bekkin búið að fá guldspjald. Einar Birgir hérna ýtir á eftir Hákon Daða sem fellur við. Það bara þarf svo lítið til þegar menn er í hraðaleppu með setjubylgju og Einar Birgir út í Brottisson. Það er búin að nóga Brottissonum hérna. Fast tekist á. En K.A. 11-8 yfir. Leikur farin aftur af stað. Sjáum hvað Eyjamenn gera hérna. Fannar komin aftur inn. Búin að vera klókur. Arnar losa sig, reynir að finna hotnið Hákon Daði í fínu færi en setur boltan yfir markið. Já, þetta spiluður virkilega vel. Flott blokk hérna frá Kára fyrir Arnar sem að rykti svo tilbaka og kom boltan í hotnið á Hákon Daða sem var í úrvalsfæri en hann hitti ekki markið. Og K.A. manni færri 11-8 yfir. Þetta er búið að vera flottu kafli núna. Patti, flott hreyfing hjá honum en lendir svo í hrömmunum á Róberti. Róbert fastur fyrir, það er þokkalegt að þurfa að eiga við að fara fram hjá Kára Kristjáni. Og svo bara það fyrir aftan, bara Róbert klár. Geggjaða varnarleikur hjá Vestmanningum. Patti á Átse verður Jón Heiðar með skoti. Steinleikur! Já! Það hefur kveikt alltaf hressilega í okkar manni á Jóni Heiðari að fá þetta bolta í andliti í byrjun. Hún skorar 2 mörk núna. Og Raggi tekur svo þarna á Fannari. Góðir félagar. Og já. Átegaði leiklega gestirnir. En já, gaman hérna baráttu þeirra. Ragga og Fannars voru samherjar í unglingalandsliðinu sinn tíma, báðir fæddir 86 ef maður rétt. Og verður gaman að sjá hvernig þessi leikur spilast núna. K.A. liðið með frábæran kafla. Komið með 5 mörk í röð eftir að IBF komst í 7-8 áðan. Og IBF er í vandræðum, ekki búin að skora núna í 6,5 mínútu. Og sjáum hérna síðustu mörk, þessi 5 mörk sem K.A. skora í röð. Jón Heiðar Sigurðsson með 3 mörk. En það er spurning hvað Erlingur og Kristinn hafa upp í pókerminni. IBF, eins og segi, með virkilega vel mannalið og eru fyrir ofan K.A. í deildinni, en með sigri hér í dag þá er K.A. komið í
virkilega flotta stöðu fyrir endarsprettin. Við eigum ennþá leik til góða á langflest liðin í deildinni. Þegar við þurftum að taka okkur landsliðspásu af því við ætlaðum með 2 leikmenn í færeyska landsliðinu og við erum að vinna upp það meðan önnur lið spiluðu. Við spilum núna með 2 línur, gestirnir. Dagur á miðjunni. Finnur Svein á línunni og Sveinn skorar. Jájá, með aukamann í sókninni á móti K-liðinu sem alltaf með mann út af. Þetta var alltaf að fara að enda í alvöru færi. Og Dagur losaði hann á Svein sem skoraði. Minkaði hann í 12-9 og þeir ná loksins að höggva á hnútinn. Eyjamenn. Kemur Raggi út af. Hann ætlaði sér að vera í sótina sjálfur. Einar Birgir niður á línu. Setur út með rosalega framalega. Átsi inn á hornið, frábær sending, frábær mark hjá Petar Jokanovic. Hann veð frá Árna Braga. Já, rétt eins og Theodor í Eyjaliðinu þá hann ekki oft sem að sér Árna Braga klikka. En Petar sá við honum þarna. Markverðingar aðeins að koma til. Káa með fullskipa lið núna. Og Eyja sóknin bara venjuleg. Einn línumaður. Kemur frábær hávörð með Einari Birgi gegn Degi. Dagur Arnarsson, eins og segi, geggjaður strákur sem á heldur betur framtíðina fyrir sér. Kemur boltann svo á Fannar hótar boltasendingunni, leysir svo bara sjálfur. Og Dagur með skot af Átse og Patti keyrir upp, hérna setur hann á Jóhann Geir, já, skorar, mikilvægt að refsa þegar við vinnum boltan svona. Kemur K.A. í 13-9. Fannar svakalega einföld finta hjá hann og Patti tekur hann á hann Degi. Dagur inn á Svein og Sveinn er inn í teig, hann dæmt lína á hann. Það var kannski aðeins gott til að vera satt, hann var svo algjörlega einn þarna hann Sveinn. Þá stillu upp í sókn, 4 mörkum yfir og eigum séns á að komast 5 mörkum yfir. IBVF farið að spila ansi framlengjandi með Sitrik Daða fyrir framann. Patti kemur niður hreyfinguna, losar hann á Jón Heiðar. Fín hreyfing, fær hann að högg á andlitið en það er ekki alveg legt, þannig að við höldum bara áfram. Þetta er aðeins meiri færsla bolta. Við erum svona að venjast þessari nýju vörn hjá IBVF. Höndi komin upp, kemur Átsi með skot, það varið, frákasteri á Árna Braga. Árni Bragi skorar, núna skorar Árni Bragi. Heldur áfram að raða inn mörkunum. Og K.A. komið 5 mörkum yfir í 14-9, Árni Bragi komið 5 mörk. Og sjáum bara leið og vörnin smellur hjá okkur og við förum að fá varða bolta frá Niklas Satsvel. Þá erum við bara að skilja okkur aðeins frá gestunum. Þeir koma tilbaka, það er alveg klárt mál. Bæði K.A. og IBVF lið sem eru ansi sveiflukent geta komið með glumrandi handbolta auk þess að við geta dottið niður hennar milli. Það er ekki oft sem sér 60 mínútur frábæra á báðum liðum. Þetta kemur frábær vörn hjá Einari Birgi en hann er brotlegur. Og hvað nú? Gult spjald á Patrik Stefánsson fyrir kjaft. Hann er einn af þessum fjölmörkum sem fannst ekki vera neitt en ég held þessi hárrétt. Þótt að það hefði verið mjög klókt hjá Einari Birgi að komast fyrir sendinguna, þá braut hann í leiðinni á Theodor sem var búinn að leysa og svo IBVF heldur áfram. Fannar rikki tilbaka og Dagur losar hann á Seitriks sem komin megin og hann skorar. Hótaði sendingunum í hotn og Gal og opnast með leita 2 hjá honum og skorar. Vel gert hjá Átsi Egirsnes en boltinn er í slána frá Patta, boltinn fram og Hákon Daði skorar. Þeir eru ekki lengi að þessu. Og sendingi fram klikkar í leiðinni.
Þetta var ótrúlega vel gert hjá Átja Egilsnes, hvernig hann galopnaði Patta, en Patti með skotið í gólf og slá. Og voru ekki lengi að refsa þarna Hákon Daði Styrminsson úr hraðaleipinu og Hákon kominn á blað og taka hann rétt um á 22 mínútur. Vel gert hjá Átja, sjáu þið hvað þið klókur! Þannig að ætlar að koma í sendingarna yfir, sé að Theodor ætlar að stela þessi bolta, þá bara skiptir hann, setur hann í hornið í frekar og Jóhann Geir skorar. Þú þarft svo mikla yfirsýn og klókindi til þess að vera svona fljótur að aðlagast. Theodor var svo heldur klárið að stela þessi bolta en það þarf á skiptuna. Frábær hreyfing hjá honum Sigtryggi Daða. Sækir vítið þarna með flottri einföldu fintu. Það er ekki byggja að eiga styrran að vera öfum megin. Og vítakast fyrir Eyjamenn. Verður það mikið smá högg á ökklan, hann Sigtryggur. En hann er að ganga aðeins til, hann heldur áfram. Hákon Daði á vítapunktinn gegn Niklas Satsvel. Mikilvægt fyrir Eyjamenn að reyna að laga stöðuna fyrir hlé. Saman hrímantalega fyrir okkur gáða, hann er að halda á þessu. Dundur stemning hérna á trommusveitin, standa sig eins og alltaf geggjaðir. Hákon Daði Styrmisson á punktinum, hann skorar. Niklas var nú aðeins í þessu en Hákon Daði er yfirleitt öruggur á punktinum, skoraði hérna, minkandi 3 mörk. Og það er jákvæmt fyrir gestina að Hákon Daði sé farin að láta til sín taka, og með 2 mörk núna á skömmum tíma. Það skipta Jón Heiðar og Átje kemur sér fyrir í skiptunni sinni stöðu. Flott hreyfing hjá Jóni Heiðari og hann setur inn stöngina og frákast hjá Sigtryggi. Sigtryggur setur hann fram. Hákon Daði enn og aftur fremstur. En sjáu þessa vörslu Niklas Satsvel ver og við keyrum tilbaka. Við erum í yfirtölu. En þessi bolti frá Átje slakur og þá fáum við Sigtryggur tilbaka. Sigtryggur Daði skorar. Það er svo stutt á milli í þessu. Það eru bæði liðir að keyra og Jón Tamandarsson við sér nú komið flottur kaflinur hjá gestunum. Það var laga stöðuna í 15-13 og Jónni tekur leikhlé skiljanlega. Þarna voru við klaufar, frábær varsla hjá Niklas Satsvel. Fengum hraðalaupið, ætla að setja mögina, voru manni fleiri til að Hákon Daði satt eftir. En Átje var ekki alveg nógu klókur og þú býður hættin heim þegar þú stekkur upp og ert ekki búinn að ákveða hvað að gera. Og marki baki Sigtryggur skoraði það. Sjáum við síðustu mörkin, flottur kafli á Eyjamönnum eftir að við vorum komin í erfiða stöðu. En handbolti er 60 mínútur og eins og ég sagði áðan, bæði þessi lið eru þekkt fyrir hansi sveiflukennda leik. Ekki oft sem sér 60 mínútur góðir hjá þeim. En bæði hins vegar þekkt fyrir frábæra kafla inn á milli. Þá voru bara stund í hvort liðin nær meiri stöðuleika í sinn leik. Stutt í hálfleikinn og þurfum að halda áfram að sækja mörkin okkar. Já, flott dreifing á mörkunum hjá gestunum. Árni Bragi hins vegar markahæstur í okkur með 5. Svo sáum við náðan, en þetta er farið aftur af stað. Spurning hvað Jonni hefur teiknaði upp. Við erum búin að lenda í smá vandræðum núna eftir að gestirnir fóru að spila með Sigtryggi Daða svona framalega. Jón Heiðar losar hann á Patta. Þeir eru að klippa rosalega á hægri vænginn hjá okkur. Svo skiljanlega búin að vera mjög öflugur í vetur. Ja, þetta er alltaf galið hjá Theodor, hann er sem fljótur að biðjast afsökunar. Lendir hérna aftan í boltanum þegar Patti kom í gegn og hann er fljótur að biðjast afsökunar. Enda flottur strákur, hann Teddy. Og Árni Bragi á punktinn, aftur gegn Petar. Petar sá við hann á hann, en frákastið var Árni Bragi, en hann fær annan séns. Og aftur ver Petar, vítið.
Mikilvægt að nýta vítaköstin og gestin geta minnkað í 1 mark skyndilega. Þetta er fljótt að breytast. Dagur yfir á Sigtrygg. Dagur. Æja, fellur við þarna en það var ekkert að þessu. Kemur sem í skotið af vörninni. Ragnar við fagnar þessu og hvað nú? Það er eitthvað að þurrka gólfið. Þetta er að Dagur fellur þarna við. Árni Bragi bruna þarna út í hann og ég held að Arnar hafi bara búist við meira kontakt hérna undir hann var. En rétt tæpar 4,5 eftir þessu fyrri hálfleik. KA 15, IBF 13. Það var að klárt gólfið aftur og við þurrt. Það verður einhver svitir sem þarf að þurrka í kvöld. Leikurinn strax frá fyrstu mínútu. Stál í stál og hérna komið boltanum á línuna. Sveinn Hóse skorar, minnkar í 15-14. Og við erum bara í vandræði núna. Otse yfir á Patti í gegn og aftur kemst hann milli 1-2. Þarna er sénsinn. Mattaði aðeins upp að fá vítið þarna. Ja, Jón Heiðar tilbaka á Patta þessu koni í skiptuna. Frábær línusending og sjáu þig þannig klárar þetta vel Einar Birgir. Þarna kom markið sem við vorum að bíða svolítið eftir. 16-14. Virkilega snirtileg sending frá Patta niður línuna og þetta gerir Dagur virkilega vel. Það er boltan hann eftir að Vittisar er búinn að missa hann. Og enn þarf að þurrka. Já, við vissum það að þessi leikur yrði alltaf hörkuleikur og mun ráðast á lokamyndunum. Fannar kemur þetta með ógnina, boltinn á línuna Sveinn Hóse, enn er hann að losna og skorar. Sá er að koma sterkur inn á línuna, Sveinn Hóse Rivera. Minnkar þetta aftur í 1 mark. Já, ég held að nú séum við bara að reyna að hanga á forustinni út hálfleikinn. Ná þess að hann úrstilla okkur í hléinu. Mikilvægt að við erum áfram yfir þegar hlið kemur. Patti setur hann yfir en frábær vörn hjá Sigtryggi, kemst inn í þetta og stilur boltanum. Þetta er bara það sem að nákvæmst með Eyjavörðin er að gera. Hún er ekkert alltaf að stoppa menn, hún er meira að koma með erfiða stöður og stila boltanum. Frábær verkstæð hjá Niklas Hatsfeldt svo eins var og við komum í setjavíkinni og Otse frábær vörn lendir hérna í Fannari og Róbert. Þetta snýst bara svo mikið að falla ekki í gildurna sem að liði IBF fyrir alltaf að setja þið fyrir menn, reyna að ýta út í þessar löngu sendingar yfir menn, svo verðum við fljótur að lesa þetta. Frábær hreyfing hérna hjá Árna Braga þegar Fannar er að lesa þetta. Hvað nú? Höndi komin upp, Jón Heiðar, frábær hreyfing hjá hann, hann skorar en búið að dæma skref. Búið að dæma skrefið, hann farið uppkastið. Þetta er örugglega rétt. Þó að Jón Heiðar sem ekki sáttur með þetta, kemur leysingi frá Jóhanni Geir. Patti upp á Jóhann. Og 2 mínútna brottvísun hérna. Þetta er klaufalegt hjá Róberti Sigurðarsyni. KF nýja sókn, eru manni fleiri. Ég er ekki viss með að Jón Heiðar hafi verið komin í alvöru færi hérna, en Robbi var komin aðeins eftir honum. Sleppir ekki og fær brottvísun. Og nú erum við í fínum séns á að halda fórustinu út fyrir hálfleikinn. Otse upp á Patta, Patti með skotið, það er varið og lína. Þetta lína ennur hann að verja, við hann ákveður að dæma
Þetta var skrítið, það var klár lína á Dag Arnarsson. Hann dæmir ekki línu, Káaliði þessu heldur áfram, fær sénsinn og frábærlega varið hjá Petar í markinu. En þetta var stórfurðulegt. Ég held að menn hafi svona aðeins mist hausinn þegar þeir voru að búast eða þetta lína þarna. En Sigtryggur Daði eitthvað hafi skollið með nakkan í gólfið, það er spurning. Ég ætla að sálega ekki að hann fengi högg frá leikmanni. Hann er eðlilega eitthvað eftir sig eftir það. En þvílík varsla hjá Petar Jokanovic í markinu. Og Eyjamenn geta jafna mitti núna í 16-16. Ekkert langt sem K.A. leiddi með 5 mörkum. En Eyjamenn eru búin að svara fyrir sig. Heldur betur. Og fara nú að stað í sóknina. Eru manni færri. En setja Svein Hóse inn á línuna sem aukamann í sóknina. Káali spilar 31 vörn núna. Komur ansi utalega. Fannar Gabriel lendir á Sigþóri Gunnari hérna og tími stopp. Já, þeir segja Gabriel að hætta þessu. Það er svona smá leikarskapur í honum. Það er að hætta því. Fannar Dagur á Gabriel. Gabriel keyrir á þetta. Losar hann á Dag. Lendir í vandræðum og Árni Bragi stillir boltanum og skorar. Frábærlega gert hjá Árna. Þetta hlýtur að brottvísun. Nei, hann sleppur með það. Hann rífur aftan í Árna Braga fyrir opnu marki. Árni Bragi nær að halda áfram að skora. En engin brottvísun. Og Fannar missi boltan bara, ekki dæmt. Skotir þetta völlin og hittir ekki með ramman og tíminn líður út 17-15. K.A. leiðir 17-15, þetta er bara svakalegur hasar í þessu fyrrháleik. Rautt spjald á Daða Jónsson hjá K.A. Ófá brottvísanirnar. Það er bara sveiflur fram og tilbaka. Þetta ættir að verða svakaleg veisla eins og við reiknuðum með og þetta verður bara meira fjör í seinni. Kíkjum þess á tölfræðina. Já, kíkjum á tölfræðina eftir smá stund og þeir að koma hérna. Sjáum þetta Káali, Árni Bragi Egilsson markaðasti með 6 mörk. Svo voru þeir Jóhann Geir Sævarsson og Jón Heiðar Sigurðsson báði með 3 mörk. Patrekur Stefánsson búinn að skora 2, Ásandi að fá brottvísun. Átsi Egilsnes, Allan Norberg og Einar Birgir Stefánsson allir með 1 mark. Daði Jónsson fekk rautt spjald þegar hann fór í andlitið á Fannari Þór Friðgeirssyni og þá fekk Ragnar Snær Njálsson einnig brottvísun. Niklas Attsson kom með 5 varin skot. Kíkjum svo á gestaliðið. Þar er Theodór Sigurbjörnsson, Sveinn Hósi Rivera og Sigtryggur Daði Rúnarsson allir með 3 mörk. Dagur Arnarsson og Hákon Daði með báði með 2 mörk. Arnór og Kári Kristjánsson báði með sitt marki. Og Dagur, Kári og Róbert Sigurðarsson allir komið með brottvísun og Petar Jokanovic kom með 10 varin skot. Það er með þessi risa doppelvarsla undir lok fyrirháleiksins. Kíkjum svo á tölfræði liða. K.A. búið að fá 2 víti, búið að skora hvoru. Enda náði Árni Bragi frákastinu í fyrravitinu og skoraði því, en það telur ekki hér. Hákon Daði skoraði víti Eyjamanna. K.A. skoraði mest 5 mörk í röð, þau voru 7-8 undir, breyttu því í 12-8 og eru núna yfir 17-15. Eyjamenn skoraði mest 3 mörk í röð þegar þeir eru minnkuðu munin úr 15-11 í 15-14. Og eins og ég sagði, sveiflur á báða bóga, 2 stór skemmtir handboltalið sem að gefa alltaf geggjaða leiki. K.A. verið að leiða nær allan leikinn, leitt í 21-51 af þessum 30 mínútum. IBF leiddi í stöðunni 7-8, síðan ekki söguna meir.
K.A. búið að tapa 4 boltum, þegar aðeins verið að bætast við töpu boltanir undir lok fyrirháleiksins, náðu aðeins að 0 stuð okkur, Eyjamenn með 5 tapabolta, skoruðu ekki marki í verða 7 mínútur, hérna er K.A. skorað 5 mörk í röð, K.A. skoraði ekki marki í 3,5 mínútu og markvarslan 5 á móti 10. Sjáum hérna K.A. með 2 mörk úr hraðaleipum gegn 1, manni fleiri K.A. skorað 3 mörk gegn 4, manni færri K.A. skorað 3 gegn 1, verið betri manni færri. Það skilaði sig akkurat bara í þessu 2 marka fórustu og K.A. skora 2 mörk með aukamann Sóttin gegn 1 og bæði lið búin skora 1 mark í aukt markið og K.A. með 1 mark í höndinu uppi. Já, kíkjum svo á tímalínuna. Kemur hér. Ég segi IBF yfir í stöðunni 7-8 en annars er K.A. búið að leiða og komust þarna 5 mörkum yfir en 2 marka munur í hálfleik og við komum svo að vörmu spori í seinni hálfleikin. Ekki fara neitt, þetta verður stál í stál áfram, geggjaður leikur á K.A. TV. Sjáumst í seinni.
Já, þá erum við að vera klári í seinni hálfleikinn. KA-liðið sem byrjaði með boltan 2 mörk yfir 17-15. Svakalegur hasar í fyrri hálfleiknum og fullir það, hann verður ekki minni hasarinn í þeim seinni. Brós á Sigurð Hjört dómara, hann að telja leikmenn, hvort þessi ekki auðvitað réttur fjöldi inn á. Og er hann mikill hasarinn með fjölda leikmanna inn á í handboltanum og endavöndum. Og ég trúi ekki öðrun að menn séu svolítið að læra fyrir reynslu. Flugsteða Reynir Stefánsson er eftirlitsmaður og fylgist vel með gangi mála. Þetta er toppmaður hann Reynir. En þetta er farið af stað. KA manni fleiri í 20 viðbót. Þurfum að nýta okkur það. Fá 18. marki núna. Átti sig inn á línuna, frábærlega gert. Og Jón Heiðar skorar. Petar var í boltanum, hann fer í netið. KA 18, IBA 15. Vorum ekki lengi að þetta er ekki flókið. Jón Heiðar skiptir hérna við átti sig, laumar svo línuna og átti sig skila boltanum aftur á Jón. Og Jón skorar. Já. Þetta ekki flókið en vel framkvæmt var þetta. Árni Bragi fremstur hérna á móti honum Degi Arnarsinni. Leysingi frá Hákoni. Dagur á Hákon og Gabriel hérna Dag sem er kominn öfumegin. Gabriel flott reyning á honum og svona Dag endar í horninu og Theodor skorar. Já. Ég myndi sem alltaf gera það sama. Ég myndi bara að koma boltanum á Tedda í horninu og býða þar að skori. Ótrúlega öruggur sínum aðgerðum. 18-16 fyrir KA. Nú er spurning hvort við náum að finna lausnir á þessari framlíkjandi vörn Eyjamanna. Sæþór Páll fremstur núna. Sigtryggur Daði var fyrir einhverju hnjaski undir lok fyrirhálfleiksins og hann er ekki inn á eins og er. Átti sig með skot með var hérna á Róberti, boltinn endar á Petar. Dagur, prófar þetta aftur, setur boltinn á Fannar við hornið, Hákon Daði, ansi þröngu færi og Ratsvel sér við honum. Já. Þarna hefði Hákon Daði verið náfra átt aðeins að anda og kom boltinn tilbaka. En Jón Heiðar á Árna Braga og slök sendingin á línuna og boltinn endur hjá Petar. Mistök á báða bóa núna, tappaði boltar hjá báðum liðum núna. Þetta verður, eins og ég segi, stál í 60 mínútur. Gabriel nýtir sér hræðilega varnarskiptingu á KA-liðinu og skorar, liggur eftir hérna. Ég leit frá hérna til að sjá hver að var sem hefði skipt, en ég sá ekki hvað gerðist fyrir Gabriel. Vonum að sé í lagi með hann, ég bara, eins og segi, ég bara í því miður, ég sá þetta ekki. Ég fannst þetta bara svo galið að sjá hvað vörnin var galopin að KA-liðinu eftir þessa varnarskiptingu. Ég bara misti af því hvað gerðist þannig. Patti sem sé ákveður að skipta. Kemur Gabriel, keyrir á þetta. Já, hann fær löppina á Satsvel í andlitið þegar hann er komin í gegn. Algjört óvilja verk. En því miður, hlutur sem getur alltaf gerst þegar þú kemur á fleygiferð inn í teginn. Það minnkar hann munin í 1. Jæja, leikur komið aftur á stað. Vonum að Gabriel harki þetta af sér. Áksi kemur sér núna fyrir hægra megin. Kemur Patti á Jón Heiðar. Jón Heiðar flott hreyfing hjá honum og boltinn af hárninni. Róbert sér við honum. Við fáum hotkastið. Fór ekki af Petari út. Langur bolti, erfiður bolti, en vá, þetta slapp til. Það kemur leysing frá Jóhanni Geir. Patti
yfir í hornið og Árni Bragi setur hana nærstöngina. Já, Árni Bragi Eyjólfsson heldur að skora hérna sín mikilvæg mörk. Komum með 7 mörk núna. Aðeins tæpar á skrefunum hana, sleppur með þetta. Hann Sæþór skiptir svo út. Sveinn Hóse Rivera niður á línuna. Og veit ekki, Svanur Páll sem komin í hornið. Theodor komin í skiptur núna. Núti heldur við að lista. Frábær línusending þarna hjá Fannari. Inn á Sveinn Hóse og Sveinn skorar. Ég trúi því ekki að Fannar sé að fara að leggja skóna á hilluna eftir tímabilið. Ég neita að trúa því. Hann ennþá svo ótrúlega góður á nóg eftir. Káa hérna með boltan 19-18. Seinni hálfleikur. Farin af stað, nóg eftir þessari veislu. Jón Heiðar aftur frábær hreyfing inn á línuna og þetta þarna ítt á baki og Einari Birgir missir jafnvægið og aðeins aukasti dæmt. Það líklegt fyrir víti að hefði náð valda bolta hana, en hvað það? Otse upp niður í hornið, en flott færsla á þetta hana, höndi komin upp. Þurfa að finna færið. Patti á Otse lendir hana og lendir hérna á Fannari sem brýtur á honum og þetta telur þau ekki þetta færi hjá Árna Braga. 3 sendingar eftir. Otse. Fannar lemur all hressilega í bringu og bak á Otse. Otse liggur eftir, þetta hefur verið líklegt að mista andan. Það ekkert voðalega þægt að lenda í Fannari. Hrikalega hraustur og Otse heldur áfram, en ég öfund hann ekkert af því að lenda í þessu. Svakalegu kraftur í Fannari. 2 sendingar eftir. Hvað kokkum við upp hérna? Jón Heiðar Sigurðsson tekur ákvörðunina. Inn á línuna gengur ekki og þeir keyra í baki á okkur. Dagur. Fín hreyfing og þetta vel klárað hjá honum Sæþóri. Við erum leitt að 2. Var þetta komin í ágætlega þrönga stöðu, en fann enga síðu leiðina fram hjá Niklas í markinu. Og hérna enn og aftur hasar á línunni. Einar Birgir fettur þarna við. Já, við þurfum að keyra aftur í gang. Mér finnst svona mómenti vera með Eyjamönnum eins og staðan núna. 19-19 og þeir hafa svolítið minna fyrir hlutunum. Varnarleikurinn byrjar að kikka hressilega inn hjá þeim. Jón Heiðar Patti á Otse fellur við, hann bara fyrir gegn og skorar. Þetta var ekki alltaf að vera fallegt. Þetta var svo rosalega ýkt hliðarhreyfing þegar þeir byggst allir við að Otse myndi setja inn í hornið, en svo bara nær hann að bremsa sig, standa upp, fyrir gegn og skorar 20. mark Káa. Káa áfram marki yfir. Hákon Daði kannan fengið eitthvað högt, það sé eitthvað smá blóð á honum. Það hlýtur að vera, það þurfa að stoppa blæðingu, þannig að skip hafa að fara út af. Það sé bara aðeins vangaður, eitthvað högg á andlitið. Það í skoðun, en áfram heldur leikurinn. IBF með boltan, 6 mínútur búnar fyrir seinni hálfleik. Káa marki yfir. Fannar var á dag, Fannar aftur. Theodor losar hann, setur hann á Fannar. Fannar keyrir hann á miðjuna, njósa boltan inn á hornið. Svanur Páll með leysinguna. Náði ekki alveg valda bolta, uppkastið dæmt. Á Theodor upp og Satsvel vættur. Frákasti Erinsar hjá honum Svani. Og nú skorar Theodor.
þokkalur Úlfur sem þessi gæði með. Skorar hérna undir þetta skot, jafnari 20-20. Við erum að hafa, að mér finnst aðeins meira fyrir okkar mörkum heldur en gestirnir akkurat núna. Við erum að finna betri lausnir á varnarleiknum þeirra. Við erum bara í bullandi vandræðum með þessi sending frá Patta út af. Og vörnin IBF er farin að kíka heldur betur inn. Brotti á Sveini á línunni. Þeirra varnarleikur skiptir svo miklu máli að ýta menn út í erfiða sendingar og annarkvæmt að stila boltan eða bara býða menn fagnistan út af eins og gerist þarna. Theodor á Dag Fannar lendir í Átse, já Átse kann að svara fyrir sig líka. Hörku varnarmaður. Það skipta Dagur og Fannar konar miðuna með skotið, það varið í stöngina, frákastið er á Einar Birgir missir boltan, hann lá ekkert á að losa boltan og hann hendur hann bara til Sveins Jose Rivera. Skítur skeður áfram með þetta, þurfum að standa vörnina, hann svarar fyrir með að stela boltanum. Einar Birgir, það gerir hann vel. Patti losar hann á Jón Heiðar sem að róar þetta, hvað gerur þérna? Átse fyrir í gegn og skorar, af hverju að róa þau verður Átse Egirsnes, geggjaður gæi, færi ykkur í knái. Kemur KA í 21-20, við náum að hanga á þessu. Merkjum gríðarlegan karakter í KA-liðinu, ná alltaf að halda forystunni. Því að eins og ég segi, mér finnst mómenti vera svolítið með gestunum núna. En KA andinn, hann gerst aldrei upp. Hvað nú tekur leikhlé hann Erlingur Birgir Richardsson. Þannig að hann á það eitt leikhlé eftir. Kjósa hann að nýta sér það. En já, þessi seinni hálfleikur stál í stál, 21-20 fyrir KA, rétt rúmar 21 mínúta eftir. Þetta er bara eins og við reiknum með, algjör veisla, landsbyggðarveisla. Það er alltaf gaman að þeirra liðin út á landi er að standa sig og gera vel. Það er alltaf skemmtileg taug milli KA og IBF. Og eins og ég segi, mikið hrós á Eyjamenn, þeir fjölmenna norður á leikinn. IBF-inu alltaf var að enda í úrslitakeppninni og þetta er bara ennur deildarleikur fyrir þá að miklu leyti og vissulega sé ennþá svakaleg barátta að enda sem efstu í deildinni. En að sjálfsögðu eru Eyjamenn mættir á leikinn. Á sama tíma líka hrós á KA-menn. Þeir eru ófáir hérna undir stúkunni. Sjálfsögðu uppselt á leikinn að sjálfsögðu. En við getum ekki beðið eftir að geta fengið fleiri í KA-lið. En þetta er farið aftur á stað, Eyjamenn fara af stað í sóknina, spurning hvað Erlingur kokkaði upp, hann og Kristinn allavega í ansi heitum samræðum hérna, spurning hvað þeir hafi verið sammála hvað átt að silla upp í, en hvað það? Theodor inn á línuna á Kára, Kári lendir hérna í Ragga, Raggi gerir veg, það er rosa erfitt að stoppa Kára, Ragga textaði hana, Fannar hreyfing, Dagur á Theodor Tetti á Fannar lendir á Átse, frábær vörn, þarna var gat mitt 1 og 2 sem Fannar ætti að nýta en Átse náði að stíga fyrir á síðustundu, auka sér dæmt, áfram með þetta, höndurinn uppi, Dagur lendir í vandræðum, fær aukastið, frábær stemning hérna, þurfum að halda út, Dagur sittur hann á Theodor aftur á Dagur við skotið og Satsvelli sestur og hann verið þetta og þetta er lína á Hákon Daða. Hann er klókur hann ákveðinn að fara að fá dæmda á línuna, hann áður að bakka og setja upp í vörn. Það eru ýmsar pælingar sem þetta hugsa út í fyrir að spila handbolta.
frábær stemning hérna. Frábær stemning. Átse upp inn í hornið, Jóhann Geir í færi og sjáu hvernig snirtilega gert hjá honum. Hann hótar að skjóta niður en að Petar hreyfir hendina niður og svo laumar hann boltan yfir hausinn á honum. Geggjaður Jóhann Geir Sævarsson. Frábær í vinstra horninu, rétt eins og pabbi sinn, Sævar Árnason. K.A. góðsögn. Var Íslandsmeistari með K.A. 97 og 2002 og bikar og deildarmeistari þar hann á milli líka. Það er vonandi að Jóhann fá að upplifa sömu moment og pabbi sinn í gulabúninum. Dagur finnur Kára, Kári lendir þarna, sko, sáriði þetta varnarleik. Raggi mista Kára, lendi alveg bara í hrömmunum á Jóni Heiðari. Það voru 3 að reyna að stoppa Kára þarna og frábærlega gert hjá Hákonum Daða, laumar frá línuna, fær sendinguna, klikkar, eða það sé að samtölu verið frá honum. Hákon vill fá meira en ekki neitt, fær ekki. Jón Heiðar áfram, neina að finna línuna, gengur ekki. Boltinn fór í fótinn á Robba. Robbi var nú ekki að stíga fyrir þetta, en þetta var nú bara aukast. Ragnar Snær Njálsson á línunni hjá okkur núna. Og að sjá hvað Raggi getur sóknarlega. Boltinn er að patti að gólfinu, frábær hávörð þarna hjá Degi. Fattar svo vel, fattar sér aðeins svo mikið, hann er búinn að gleyma sér í vörninni. Kemur Átse, losar hann á Patti. Vandræðin losar hann á Átse og að broti Átse. Við erum bara í miklu vandræðum núna og Átse, ekkert dæmt. Og hvar endar þessi bolti? Hann er of langur, enda beint um Satsvel og við fáum annan séns. Rosalega erfitt. Við erum búin að standa vörð svona lengi svo að gera þarna. Að missa boltan strax í kjölfarið nær að losa hann. Fannar. Hann er heitt í hafsi hérna. Vildi fá rauðning. En ég fannst nú Árni Bragi ná hliðarhengunni. Þannig að hann keyrði ekki beint á hann. Ég er svo sem aðeins lítaðar í þessu. Við kynum það. Kemur Allan Norberg í hægra hornið og Árni Bragi kemur í skyttuna. Árni Bragi var fulheitur í skyttunni upp af leiks. Kemur hann aftur í skyttuna. Það er annars í horninu. Kemur leysingin frá Allan úr hægra horninu. Árni Bragi með slaka sendingu og nú er séns fyrir þá að keyra okkur Hákon Daði Styrmisson. 1 móti Satsvel og hann skorar. Minnkar í 1 á 9. Þá tekur Jónatan Magnússon leikli. Eftir þess að segja, það eru sveiflar á báða bóa hérna. Spurning hvað Jonni svarar núna eftir þetta fína leikli hjá Eyjamönnum áðan. Þetta er æðislegur leikur. Þetta er nákvæmlega sem við viljum hafa. Já, sjáum hérna hvað gerist þetta seinni hluta síðari hálfleiks og vera æðislegur leikur. Svo við náðum að 2 marka fórustu í 22-20 eftir að gestirnir jöfnuðu í 20-20 en við erum í vandræðum sóknarlega og Eyjamenn eru alltaf ótrúlega fljótir að refsa. Með Hákon Daða sem að stelur metrum bara einhvern einasta tækifæri. Svo ætla þetta með Theodór hinum megin. Hann getur líka heldur betur refsað á hraðlaupum. En sjáum hvað setur. Spurning hvort við náum að fækka mistökunum. Það væri risastórt að ná 2 stigum í dag. Fram er að tapa á Selfossi.
og það gæti því var í langliðan með að tryggja sæti í úrslitakeppninni. Patti brotið á honum. Við bara segja hreint út, mér finnst bara KA verða að vera í úrslitakeppninni. Það er svo skemmtileg ára í kringum liðið. Þau voru æðislega að fylgjast með strákunum í vetur. Þeir verða að vera í úrslitakeppninni, upplifa stemninguna sem kemur í KA-lið í úrslitakeppninni í sambóltanum. Jón Heiðar á Patti ekki brotið á honum, hann losar boltann á línuna. Einar Birgir setur Barbasinski. Þetta var þokkalega fastur bolti. Þú mátt ekki skjóta of fast í gólfið, þá gerist þetta. Barbasinski. Þetta fer væntanlega í seinnivíkjuna. Jóhann Gunnar Einarsson verður að góðu. 22-21 og Eyjamenn geta jafnað metin. Fannar á Dag, lítið að vera hjá þeim. Fannar inn á línuna, Kári skorar. Er svo naskur að skora í þessu kontakti sínu. Það er bara svo miklu meira en að segja stoppa hann. Það var sett markvill sem eigin í töfluna. Og lögum við það. Hér höfum við töflunni í lagi, það er bara þannig. Á 22-22, allt voru í lagi núna. Hvort sem það er staða eða tími, það er rétt inn í KA-liðinu. Og við höldum leik áfram. Jón Heiðar kemur sér fyrir á miðjuna. Á Átsi upp á Jón Heiðar með pláss en keyrir bara beint á vörnina. Patti og saman á Jón Heiðar á Átsi upp og brotið á honum, ekki nokkuð spurning. Róbert Sigurðsson með hörku vörn þarna. KA ekki búið að skora núna í 5 mínútur. Átsi á Jón Heiðar, brotið á honum, frábær varnarleikur. Við erum að gera þetta full auðvelt fyrir. Höndin uppi, Átsi með skotið og frábær markaslag hjá Petar Jókanović. Og Eyjamenn geta skyndilega náð forystunni. Svo fljótt að gerast, ekki langt sér við vorum 2 mörkum yfir. Nóg eftir að þessu. 22-22. Spurning hvað Eyjamenn gera hér núna. Mikið pláss hérna. Hægra megin. Núna Fannar keyrir á Átsi og Átsi með flotta vörn. Flottur varnarleikur. Já, þetta er alveg rétt. Það er brotið þarna á honum Ívari og verður að missa boltann. Þetta er rétt. Þetta er ekki eftir Kára, setur hann á Fannar, en Fannar með lúmskot sem hann Satsfjell sér við. Þetta er mikilvægt, það er rosalega sterkt að ná að halda árum að leiða. Átsi, Átsi Eigisnes! Frábærlega vel gert hjá kapparum eins og svo oft áður. Þvílíkur snillingur Átsi Eigisnes. Þarna sá hann að Petar var svona farin að taka skrefið að hreyfina til hægri og í ferhornið. Þá þruma hann bara við nærstöngina. Kemur KA aftur yfir. Það er svo sterkt andlega að hanga á forystunni. Það kemur Arnór inn í leikgestana. Leysing frá Tedda. Dagur á Arnór í vandræðum. Vari frá honum, komið rosalega þrönga stöðu þarna. Satsfjell verið frá honum, frákast ég að KA-mennum. Jón Heiðar niður í hotnið og Árni Bragi nær frákastinu og skorar! Sáuð þetta, misti boltan! Náði Valdarvi aftur í loftinu og snýr hann fram hjá Petar Jókanović.
Þvílíkur galdramaður með boltan. Árni Bragi Eyjólfsson, ertu ekki að grínast í mér? KA 24, IBF 22. Við svörum strax aftur með 2 mörkum. Það kemur leysingi frá þetta. Dagur, losar hann. Arnór. Ívar á Dagur. Skor, hann lítur að búið með skrefin hérna, hlýtur að vera, en aðja, sleppum við þetta og skorar. 23. marki komið. Þvílíkur lokakafli sem er framundan hérna. 1 marks munur, 11 mínútur eftir. En við þurfum að vera duglegri að keyra í bakið á Eyjamönnum. Okkar bestu séns að koma í seinni. Patti, dæmdur ruðningur á hann, rosalega sterkt hjá Degi að ná að stíga fyrir hann því að það var allt galopið fyrir Patta. Og hann fær ruðningin. Og aftur geta þeir jafna metin. Jæja, kemur leysingur á þetta enn og aftur. Dagur, hittur hann á Arnór, fín hreyfing en Árni bara í klókur, nær stoppa hann. Hvað nú? Jæja. Theodor yfir á Dagur yfir á Arnór lendir í átsegis, frábær varnarleikur. Hann hótaði sendingar í hotn og þá bara datt hjálptu þetta frá Jóni þeirra niður og loka hotnið. Átsegis bara klárt það sjálfur, gerði það vel. Höndin uppi. Ívar missti boltan, Árni Bragi keyrir fram og varði frá honum og ekkert dæmt, bara innkast. KA á boltan, hvað er Ívar að gera? Og já, hérna. Hann losar svo bara, sleppur svo bara boltan þegar hann stígur yfir skiltið. Já, við ætlum að fáum séns á að ná 2 marka fórstu aftur. Það hefði Árni Bragi kannski getað kúplað sig aðeins niður og losa boltan. Við vorum 2 á 1 þarna. Átse, fín hreyfing hjá honum, setur hann yfir á Patti á Jón Heiðar yfir á Patta tilbaka. Það endar þetta Jón Heiðar, til smá vandræðum, kemur hann á Jón Heiðar og Theodor tekur hart á honum, slæsar boltan út á og heimtar að fá boltan. Þetta var sjálfsög uppkast og það hefði fengið innkasti líka ef það hefði verið innkast. Það er gaman að þessu, menn eru kettismenn. Jón Heiðar losar hann og ekkert dæmt, skotur framhjá. 8 mínútur réttumar eftir. Marka þurfi að KA núna. Eins og þið sjáuð í horninu hjá okkur að vanda. Nú fer hvert mark heldur betur að vera mikilvægt. Og þá er Sigtryggur Daði Rúnarsson kominn aftur til leiks. Það verið ansið mikið fyrir Eyjamenn að eiga hann svolítið inni. Frábær hjálpavörn hjá Árna Braga. Og flott hreyfing á Degi, en Árni Bragi er að lesa þetta og lokar á hann. Og setur ykkur í gegn. Og sáuði versluna! Niklas Satsvel sér við Sigtryggi Daða Rúnarsinni. Og Jónatan Vandarsson tekur leiklið, sýnist mér. Nei, fyrirgefið, það tekur ekki leiklið, það tíminn bara stopp. En þetta leit þannig út eins og Jónni hefur tekið leiklið. Nei, það var bara svona eins og NBA, bara svona mínileiklið. 20 setna leiklið. KA-liðið fer hún í aukamannssóttina. Við erum það búin að vera í bullandi vandræðum með varnarleik Eyjamanna núna í seinni hálfleik. En
Nú mega menn ekki gera nein mistök. Það bara þannig. Markið rautt. Átse niður í hornið. Árni Bragi vippar yfir. Petar Jókanović sem korði rosalega vel að koma út af mótanum. En Árni Bragi bara svo klókur og góður. Hann finnur leiðina. Árni Bragi kom með 9 mörk. 9 mörk af 25. Og það ekkert úr víti. Þó hann sem múið taka 2 víti. Jæja. Hvað gera Eyjamenn þá? Dagur. Getur hann að Hákon sem er komin í gegn og skorar frábærlega gert hjá honum. Hótar sendingu til hliðar og keyrir svo á gatið í vörninni og klárar vel. Aftur förum við aukamann í sóttina. Virkaði mjög vel á hann og voru líka klóki, voru 2 klárir í að skipta. Satt vel aftur inn í markið. 6 mínútur tæpar eftir. Sigþór Gunnar í gegn og skorar. Sjá hvernig vel gert. Theodór sá þetta fyrir. Hann var bara allt og erfitt að loka á þetta. Sigþór í gegn og skorar. Og svo kemur mark beint í kjölfarið. Þetta gerði Arnór Viðarsson vel. Það hefði örugglega verið skammað þokkalega ef hann ekki skoraði úr þessu. En fljótur að svara. Það er eitt sem Eyjamenn mega eiga. Þeir ætla sér klárlega að spila til sigurs hérna. Fljótur að svara fyrir sig. Það er nóg eftir að þessu. Einsmark munur. 26-25. Áfram aukamæður í sókninni. En það er þetta búið að virka vel. Átse inn á línu. Þetta er eins og að senda sem má ekki manni fleiri. Og Hákon Daði skorar. Þetta er eina sendingi sem má ekki koma þegar þú ert með aukamann í sókninni og ef það er einhver maður á velli sem á að vita þá er Átse Eiðisnes og Eyjamenn jafna í 26-26. Þú átt alltaf að finna gott færi í þessari stöðu. Þú átt ekki að þurfa að taka þessar 50-50 sendingar. Átse á Jón Heiðar Átse tilbaka. Átse upp á Jóhann Geir og hann hittir ekki markið. Þetta er að snúast við hérna núna. Eyjamenn geta skyndilega náð forystunni 26-26. Jæja. Taugarnar þandar að sjálfsögðu. Já, hérna hér. Hvernig endar þetta? Hvernig endar þessi veisla í kámölinu? Kemur leysingi frá Hákoni Daða. Leitt hana. Sigtryggur lendir í Sigþóri Gunnari. Sigþór Gunnar stoppar hann. Dagur með pláss, keyrir á þetta. Þetta er bara brot. Það er vel gert. Dagur á Sigtryggur, losar hann í hornið. Ekki færi höndunum uppi. Arnór, hann fer upp og brotið á honum. Hann var í ágæti skotfæri en beið aðeins lengur í skotið, þá var þetta neglan. Jæja, höndunum uppi, Dagur með skotið. Vá, þetta skot frá Degi Arnarsinni. Algjörlega geggjuð, hann kemur í BVF í 26-27, 3 mínútur eftir. Og við tökum ekki aukamannsóttina. Nú þurfum við bara að finna leiðina 6-6. Átse reynir að losa boltan, gengur ekki. Það er brotið all hressilega á honum hérna, lendir í Arnóri og Jóni tekur leikhlé. Jóni kannski hægt að bíða örlítið lengur því að það var nokkuð ljóst að Átse lægi eftir. Jæja, Jóni Mag, hvað ertu með klárt
Við erum marki undir skyndilega eftir að það verið yfir nær allan leikinn. Þurfum við að ná að snúa þessu okkur vel á ný. Eyjamenn eins og ég segi búin að vera með flottan varnarleik, sérstaklega í seinni hálfleik, og við erum búin að hafa töluvert fyrir okkar mörkum. Byrjaði að ganga vel með aukamannsóttinni, svo fórum við að gera klaufaleg mistök. Það má ekki með aukamannsóttinni og Eyjamenn eru komnir yfir. Atse heldur áfram, hann kemur aftur inn, Árni Bragi í hægra horninu, Jón Heiðar á miðjunni, Sigþór Gunnar Jónsson í vinstri skyttu, Jóhann Geir Sævarsson í vinstri horninu og Einar Birgir á línunni. Nú þurfum við mark, það er bara þannig. Atse keyrir á þetta, skiptir við Sigþór Gunnar sem setur hann á Árni Bragi, losar hann á Jón Heiðar fær hann að höggva andlitið og boltinn á línuna og skorar Einar Birgir Stefánsson. Þetta virtist vera að fara þessi séns og komnir í þetta vinstra megin, en Jón Heiðar finnur Einar Birgir sem skoraði. Já, hérna hér 27-27, 2 mínútur eftir. IBVF á eftir leikhlé og er með boltan. Já, hérna hér, nú þurfum við að standa vörnina, nú þurfum við að standa þessa vörn. Dagur inn á línuna, inn á Kára, Kári snýr, skýtur beint á Satsvel og frákast er á Jóni Heiðari Sigurðssyni. Kára hefði bara brugðið að fá allt í einu bara ekkert kontakt, það hefði verið sleppt hana og Satsvel hafði ekki mikið fyrir að vera hann að bolta. Það var slagt skot á Kára. 1,5 rétt rúmlega eftir Káa með boltan, en IBVF fær alltaf séns á að svara. Og þeir eiga þetta leikliðið eftir líka. Já, hérna háspenna lífsætta í Káa-menninu. Ég finnst ég að sagt þetta svo oft áður. Það er alltaf geggjað að vera á handboltaleik í Káa-menninu. Minnir svolítið á að það er svo geggjaður blakleikur kl. 7 í Káa-menninu. Sjálfsögðu Káa-TV líka, þetta viljum við sjá ykkur. En þetta verður aftur á stað, hérna Káa með boltan. Nú þurfum við, það er með kaldan haus og vera óhræddir að taka skarið. Atse keyrir á þetta á Sigþór, Jón Heiðar inn á Einar Birgir, komið flotta rykking og hann skorar! Frábær hreyfing af Einari Birgi á línunni. Jón Heiðar finnur hann og Káa er komið aftur yfir. Fannar með boltan, róar þetta. Sigtryggur á Dagur með flotta hreyfingu, losar hann á Sigtryggur, döðafæri. Sáuð þennan bolta, Niklas Satsvel! Hann átt hann og frákast á Káa. Nú þurfum að koma boltanum fram, ekki fá einhvern leiktöf. Maður losa boltan, IBVF reyndar gerir virkilega vel í maður á mann. Jón Heiðar losar hann á Einar Birgir skorar! Hann skorar! Kemur Káa í 29-27 og þá tekur Erlingur Richardsson leikhlé. Þá tekur hann leiklið, en verður það kannski bara orðið offside. Þetta er ekki búið, en Káa er í lykilstöðu. Við erum í lykilstöðu að klára þetta. Já, hérna hér. Sjáum hvað þeir geta gert. Þannig að það er þetta sko fálið betur en IBVF í að snúa vonlausa stöðu sér í vil. Þeir eru svo klókir að stela boltanum, en ég ætla sko alls ekki að fagna á stemma þó staðan sé vissulega virkilega góð fyrir Káa-liðið. IBVF var 26-27 yfir. Þeir voru 26-27 yfir. En rétt eins og í fyrirháleik þegar við náðum einsmarks forystu, þá svaraði Káa strax aftur. Við erum með 3 mörk í röð núna. Einar Birgir Stefánsson réttar að satt með 3 mörk í röð. Jæja, hvað gerist hér? Þeir þurfa að vera fljótir að svara. Hver tekur skarið?
Dagur á Fannar í hornið, Hákon Daði, frábær útvallið á Eyjamönnum en Nicolas Satsvel, hann gerði þetta frábæra vel og K.A. búið að vinna hérna leik, 2 risastig í K.A. heimilið. Já, við erum að reyna í úrslitakeppninni, ég ætla að fullyrða það, Átni Egilsnes skorar, hann skorar og K.A. vinnur þennan leik. Þvílík stemning í K.A. heimilinu. Sjáum við hennar sigur, dans hjá okkar mönnum. Ég held að markið á Átni hafi ekki talið, en það skiptir bara engu máli, Stínur okkar. Já, sjáum hérna fögnuðinn, það geggjuð stemning í K.A. sigur stemning. Vá, þessi karakter, maður var orðinn svo hræddur þegar Eyjamenn náðu fórustinu undir lokin, en síðustu 3, jafnvel 4 mörkin í leiknum voru K.A. Við þá sjá hvað þetta marki á Átni hafi talið ekki, ég heldur þetta að það hafi verið lögulegt mark, en það ætla ekki að koma á töfluna, en það skiptir bara engu máli. Skiptir engu máli, K.A.-liðið fagnar þessu. Já. Það gæsahúð í gangi, við væntanlega fengu þetta beint í æð, góður áhorfendur. Það svo gaman að vinna handboltaleik í K.A.-liðinu og K.A.-liðið gerir þetta virkilega vel, virtust vera búin að missa þetta, en þeir kláruðu þetta og 2 risastig í hús. Síðastri vissi voru Framararnir að tapa á Selfossi, sem því það að K.A.liðið líklegast bara komið langleiðina í úrslitakeppnina. Nú ætlum við bara að sjá hversu hátt við komst í deildinni. En við slumum fara að kíkja á tölfræðina, hérna sjáum við K.A.-liðið, Árni Bragi Eyjálsson, enn einn stórleikurinn hjá honum með 9 mörk, geggjaðu kappinn. Jóhann Geir Sævarsson, Átni Egilsnes, Jón Heiðar Sigurðsson og Einar Birgir Stefánsson allir með 4 mörk, Patrik Stefánsson með 2, Sigþór og Allan báðir með 1 mark. Engin brottvísun á K.A.-liðið í seinni hálfleik, Nicolas Satsvel steig upp í seinni, varði 10 skot í seinni, 5 í fyrri. Sjáum hérna gestina. Theodór Sigurbjörnsson og Hákon Daði markasti með 5 mörk. Dagur og Sveinn Hósei báði með 4 mörk, Sigtryggur Daði með 3, öll í fyrri. Arnór Viðarsson 2 ásamt Kára Kristjáni og svo var Sæþór Páll Snædal og Gabriel Martínez Robertsson báði með 1 mark. Og Petar Jókanovic með 14 varri skot, þar að 4 í seinni, á með 10 varri fyrir áleik. Kíkjum svo á tölfræði liða. Ekkert víti í seinni áleik. K.A. vinnur, eins og segi, 29-27, skoraði mest 5 mörk í fyrra áleik, við breytum stöðun úr 7-8 yfir í 12-8, svo aftur núna, við vorum 26-27 undir, skoruðu 3 mörk og vinnum leikinn 29-27, geggjaðir strákarnir. Vorum yfir nær allan leikinn 42-57 af þessu 60 og ég hefði verið mjög svektur hefði ekki fengið neitt út úr þessum leik, en geggjuð 2 stig í hús. Kíkjum svo á skiptingumarkana. 2 mörk úr Hraðalby og sikkvart liðið, bæði lið með 4 mörk manni fleiri. K.A.-liðið nýtti sér betur að vera manni færri, nýtti sér betur, gerði betur úr því og skora 4 mörk aukaðinsóttinni gegn 1 og Eyjamenn skora 2 mörk gegn 1 í aukt markið, bæði lið með 1 mark eftir að höndum komin upp.
á, þetta geggjað, kíkjum östuð á tímalínuna, áður fyrir að setja gott. Tímalín setna áleik, K.A. 17-15 eru í hlénu, Eyjamenn náðu svo að jafna metin í 19-19 og í kjölfarið var þetta 1-2 mörk og ég var hræddur að Eyjamenn væri að taka þetta undir lokin en K.A.-liðið náða stíg upp að taka þetta. En já, ég held fyrir að setja gott í dag, minni aftur á K.A. HK, fyrsta leikur í undanúrslitum Íslandsmeistaramótsins í blanki karla klukkan 7 í K.A.-melunum í beinni á K.A. TV, en auðvitað viljum við sjá okkur í K.A.-melunum. En annars þökkum fyrir okkur í dag, Ágúst Stefánsson heiti ég og með mér stýra útsendingu var að sjálfsögðu Stefán Jóhannsson. En takk kærlega fyrir árið og við sjáumst í blaðkynni í kvöld. Bless, bless!